Viktorandleg fræði, annar kafli, heildarmyndin. Hið jarneska líf býður upp á mikinn fjölbreytileika fyrir sálina sem líkamnast hér á jörðinni nokkur hundruð sinnum. Hún upplifir á försinni allt það sem jarnest líf hefur upp á að bjóða. Hún ferðast og lifir í ólíkum líkamum, í ólíkum löndum, við ólíkar aðstæður sem eru breytilegar frá lífi til lífs. Sum lífin eru átakalíf á meðan önnur eru róleg og nánast í kyrrstöðu. Allt þetta hluti af þroskaferli sálarinnar en andlegu þroski er einn af megin tilgangi hennar í lífi hennar hér á jörð. Samskipti við annað fólk eru einnig stór hluti af þroskaferlinu sem oft á tíðum getur verið afar krefjandi og átakanleg. En einnig ánægjuleg og gefandi. Hver sál er með sín verkefni til að leysa úr í hverju lífi og því getur mannfólki verið afar ólíkt og með ólíkar skoðanir og oft getur myndast ágreiningur manna á milli. Sálin ákveður að mestu megindrætti lífsins áður en hún fæðist í líkama og eru því grófu línur lífsins lagðar löngu áður en sálin kemur til jarðarinnar. Hún hefur því verkefni að leysa og þarf að takast á við fyrirfram ákveðna hluti í komanda lífi. Það er ekki þar með sagt að henni takist ætlunarverk sitt en þá reynir hún aftur í næsta lífi og heldur áfram að reyna þar til henni tekst að vinna úr og yfirstíga þær áskoranir sem á vegi hennar verða. Þessi verkefni eru fjölbreytileg og margvísleg eins og til dæmis að sigrast á óttanum í allri sinni birtingarmynd. Sem dæmi geti sálin valið sér það verkefni að sigrast á afbrýðisemi og þá velur hún sér það að kljást við það verkefni að sleppa tökunum á óttanum við að missa það sem hún hefur. Slíkt verkefni getur tekið mörg líf en það er ávallt undir hverjum og einum komið hvenær hann sleppir tökunum á hverri fyrirstöðu og hindrun sem hver og einn hefur innra með sér. Á meðan sálin er ung og lifir sínum fyrstu lífum hér á jörðinni, þá er óttinn og blekkingin allsráðandi og einstaklingurinn upplifir sig sem afmarkaðan innan aðra. Trú á líf eftir dauðan né nokkuð annað andlegt er afar fjarri slíkri sál og fyrir henni er hið jarneska sem og líkaminn og hugurinn allt sem er. Sál er á þessum staði í ferlinu, trúa því margar að það sé aðeins eitt líf og því sé best að lifa því eins vel og hægt er og fá sem mest út úr því. Þar sem þær trúa því að dauðinn sé endir alls, þá óttast þær að eldast og deyja. En frá lífi til lífs þroskast sálin og viðhorf einstaklingsins breytast í hægum skrefum og inn kemur meiri sannleikur og kærleikur og smám saman skynja maðurinn sig sem hluta af einhverju stærra og að dauðinn sé ekki endir alls heldur umbreyting frá einu formi til annars. Að lífið haldi eilíflega áfram því maðurinn sé í raun eilíf sál í dauðlegum líkama en þessi skilningur kemur á síðari stigum og er eitt af því síðasta sem sálin og einstaklingurinn skynja og meðtaka. Þegar þetta gerist og þessi skynjun og viðhorf eru komin, þá fer sálin að huga að því að ljúka hennum jarnesku lífum og byrjar að leita leiðinni heim þaðan sem hún kom í upphafi. Í raun er sálin öll sín líf að leita að tilgangi lífsins og leiðinni heim en í upphafi og á hennar fyrstu lífum hér á jörðinni er þetta henni algjörlega hulið og lífin farað mestu í að upplifa hið jarneska líf og allt það sem lífið hefur upp á að bjóða. Því leita margir að hinni eilífu hamingju og gleði í gegnum fjármuni og veraldlegar eignir, en allt hið jarneska er aðeins tímabundið og allt sem maðurinn tekur til sín er fengið að láni og verður að engu fyrir manninum að lífi loknu. Smám saman byrjar einstaklingurinn að skynja og meðtaka að andlegur þroski og hækkandi meðvitund er hinn eini sanni tilgangur lífsins, því þetta er það sem fylgir sálinni frá lífi til lífs
og því eilífur líkt og sálin. Sálin kemur úr Guðs orkunni og því hluti af henni og hún því heimkynni sálarinnar. Með hækkandi meðvitund þá kemst meðvitundastig sálarinnar nær Guðs orkunni, uns að lokum þá nær hún að tengjast henni og sameinast í líkama sínum hér á jörð. Þetta æðsta markmið lífsins og allrar lífa sálarinnar hér á jörðinni. Guðs orkan sannleikur og kærleikur, alls sem og eining alls sem þar sem allt og allar sálir eru hluti af. Allur þroski og upplifanir sem hver sál öðlast í sínum jarðnesku lífum mun að lokum renna inn í Guðs orkuna og verða því að lokum reynsla og upplifanir heildarinnar. Því hver sál mikilvæg fyrir heildina og allt sem hún upplifir upplifun heildarinnar, hvort sem að ræða gott eða illt. Með hækkandi meðvitund þá lifir einstaklingurinn í meiri kærleika og öðlast meiri sannleika lífið og tilveruna. Kærleikur án skilyrða til sjálfsins og til alls sem æðsta markmið hverrar sálar og það dæmi háa meðvitund einstaklingsins. Frá því að sálin fer úr Guðs orkunni og kemur síðan þangað aftur, tekur margar aldir. Sálin líkamnast nokkur 100 sinnum að meðaltali hér á jörðinni og lifir einnig á astralsviðinu á milli lífa. Þetta langur og hægur þroskaferill sem hver sál gengur í gegnum. Dæmi að sálir fari hratt yfir og lifa fáum lífum til að ná þroska sínum, á meðan aðrar fara hægt yfir og lifa mörgum lífum. Til að sálin geti lifað í líkama hér á jörðinni og einstaklingurinn skynji sig sem afmarkaðan einstakling, ræðst af egóinu innra með hverjum og einum, sem í raun andstæða við upplag sálarinnar. Upplag egósins blekking, ótti og sundrung og með hjálp þess fær sálin að upplifa andstæður sínar. Einni hefur hver og einn huga, en þar liggur persónuleikinn sem breytilegur frá lífi til lífs. Þar liggja hugsanirnar hvers og eins og því samastendur hinn andlega hlið mannsins af sál, egói og huga. Á fyrri lífum sálarinnar hér á jörðinni ræður egóið för og stjórnar í megindráttum lífi einstaklingsins og þá lifir hann í mikilli blekkingu og óttinn allsráðandi. Hann á í samkeppni við aðra einstaklinga og getur verið miskunnarlaus gagnvart öðrum í þeirri baráttu. Óttinn andstæða kærleikans og þar sem ótti allsráðandi lítið kærleika. Því sálin fjarri heimkynnum sínum og upplag hennar birtist sjaldan í fari og framkomu einstaklingsins. Eftir því sem lífunum fjölgar og sálin eldist ásamt því að samsetning persónuleikans breytist, þá kemur sálin meira fram og kærleikurinn eykst, hvort sem það í hugsunum og eða framkomu viðkomandi. Smám saman víkur óttinn og sannleikurinn verður sterkar í hverju skrefi. Síðar munu sálin og egóið skiptast á að stjórna lífi og framkomu einstaklingsins og hann enn óttasleginn og gengur í blekkingu, en kærleikurinn nú aldrei langt undan og hann byrjaður að finna fyrir samúð með öðrum. Þegar sálin orðin gömul og hefur lifað mörgum lífum hér á jörðinni, þá kærleikurinn orðin allsráðandi og einstaklingurinn veit nú að hann hluti af einhverju stærra og að dauðinn aðeins umbreyting og flutningur frá einum stað til annars. Hugsanir viðkomandi sem á framkoma byggð á kærleika og þannig vanærist egóið og áhrif þess dvína verulega. Það hverfur þó aldrei alveg, því án þess getur einstaklingurinn ekki lifað. Að lokum vaknar einstaklingurinn til fullrar meðvitundar sjálfan sig og tilgang sinn og andleg vakning og opnun hefjast. Það eitt af því síðasta sem sálin gengur í gegnum áður en hennar jarðnesku lífum lýkur. Andleg vakning og opnun ferill sem allar sálir ganga í gegnum, en þá fullkomnast tenging hugar og sálar.
Þannig birtist þið sanna sjálf sem ávallt hefur verið innra með einstaklingnum. Augun opnast fyrir sannleikanum sjálfan sig sem og lífið og tilveruna og sjálfsblekkingin sem og önnur blekking hverfa úr lífi viðkomandi. Hjartað opnast fyrir kærleikanum og þar með verður einstaklingurinn óttalaus og frjáls. Tíðni og orka viðkomandi hækkar í hægum skrefum uns hann kemst í samhljóm og takt með Guðs orkunni sem mun nú flæða líkamann sem og hjartað. Viðkomandi upplifir nú mikið frelsi, gleði og hamingju innanfrá og engum háður. Síðan mun einstaklingurinn breiða út kærleikann með framkomu sinni, hugsunum og orðum og að lokum mun hann hjálpa öðrum að feta sama veg. Andleg vakning og opnun hefjast þegar sálin tilbúin og hefur upplifað allt það sem jarðneskt líf hefur upp á að bjóða. Þessi ferill langur og krefjandi en leið hann spennandi og áhugaverður. Það þarf hugrekki og staðfestu til að ganga alla leið og margar hindranir birtast á veginum sem tefja för og hægja á ferlinu. Marga brestur kjarkinn og fresta ferlinu óákveðinn tíma. Þessi ferill tekur mislangan tíma hjá hverjum og einum og getur tekið allt frá nokkrum árum til margra lífa. Eitt víst að allar sálir mun að lokum rata veginn heim og sameinast Guðsorkunni að lokum.